Mjög gott. Og núna þegar þú ert búin að koma þér vel fyrir, draga djúpt inn andann og loka augunum. Og þá ætlum ég bara að bjóða þér að setja fókusinn á augsvæðið þitt. Leyfa þér að slaka á allri umgerðinni. Finndu slökun að fara yfir allt andlitið, yfir höfuðið, aftur fyrir hnakkan. Leyfu slökunni færast niður hálsinn, bæða framan og aftanverðu. Findu hvernig slökunni fer niður herðarnar og niður báða handleggina hérna. Og hvað er góð tilfinning þegar báðir handleggirnir verða 100% slakir í kjöltuðinni. Findu slökunni að fara yfir bringuna og niður kviðinn. Hvað er góð tilfinning þegar hver einasti vöðvi í bakinu verður 100% slakur. Findu slökunni að fara yfir mjaðmasvæðið, niður lærin og yfir hnén, niður kálfanaðina, yfir ökklana. Findu slökunni að fara niður ristarnar, niður fyrir hæla, undir iljar og alveg fram í tær. Og nú finnurðu hvernig hver einasti vöðvi í líkamaðinum er orðin 100% slakur. Og þú finnur líka að hvert orð sem ég segi við þig færði inn í enn dýpri og þægilegri slökun. Og þú ætlar algjörlega að sleppa tökunum og leyfa undir meðvitundinni þinni stíga fram, taka stjórnina, af því að þú treystir þinni undir meðvitund. Af því undir meðvitundin þín er alltaf að vinna því að hjálpa þér. Hjálpa þér að ná þeim markmiðum sem þú settir, líka fyrir þessa tilteknu dálislu. Mjög gott, nú ætla ég að biðja þig að sjá fyrir þér ímyndaðir eða skynja að þú standir efst í stiga. Og þetta er fallegur, himnesku stigi, öruggur stigi og þér líður mjög vel. Og í þessum stiga eru 10 tröppur. Og neðst í stiganum sérðu stórt og fallegt rúm, lítur út fyrir að þægilegasta rúm sem þú nokkuð tíma séð. Og þú tekur ákvörðun og ætlar að ganga niður stigann og leggjast í þetta rúm og bara hvíla í smástund, ætlar að leyfa þér það. Og ég ætla að fylgja þér niður stigann með rödd minni og það ger ég með því að telja frá 10 niður í 1. Og við hverja tölu sem ég nefni ætlar að færa þér niður 1 þrep í stiganum og við hvert þrep sem hún færist niður í stiganum ætlar að færa í 3-falt, 4-falt, jafnvel 5-falt dýpri slökun. Allt eftir því hvað undir meðvitundin þín telur að þú þurfir að fara djúpt inn í þessa dálislu til að ná þeim árangri sem þú ætlar að fá. Og ég byrjaði að nefna töluna 10, þú stendur efst í stiganum, þér líður vel, finnur fyrir öryggi, vellíðan, afslöpun. 9, þú færði niður 1 þrep í stiganum, fer dýpra og dýpra inn í þessa slökun. 8, þú færði niður 1 þrep í stiganum, fer dýpra og dýpra og dýpra. 7, þú færði niður 1 þrep í stiganum, ferði 5-falt, dýpri slökun. 6, þú færist niður 1 þrep og ferði dýpra og dýpra niður. 5, nú ertu hálfnuð eða hálfnarlega niður stigan og yfir þér að koma fullkomin friður, fullkomin slökun og himnesk vellíðan. 4, þú færði niður 1 þrep í stiganum, ferði enn dýpri slökun. 3, þú ferð dýpra og dýpra niður. 2 og 1. Og nú ertu komin niður stigan og þú ætlar að leyfa þér að leggjast í þetta þægilega, dásamlega rúm og þú finnur að leið og gerir það, þá ferði 10 sinnum dýpri slökun. Þú ferð djúpt niður, alla leið niður að undir meðvitundinni þinni, þessari mögnuðu, kröftugu undir meðvitund. Mjög gott. Og þú finnur að bara við að hafa legið þarna í þessu dásamlega, þægilega rúmi í örfá sekundur, jafnast á við heilan óslitinn 8 tíma nætursvefn. Þú finnur hvernig öll streita og öll þreyta líður úr líkamæðinum, gufar upp og hverfur. Þér líður dásamlega vel og í staðinn kemur kærleikur, þakklæti, friður og gleði. Mjög gott. Og þú ætlar að leyfa þér að liggja þarna í þessu himneska rúmi. Bara aðeins lengur.
Njóta en þar áður við höldum áfram. Mjög gott. Og nú langar mig til þess að segja þér að þú ert með undirmeðvitund sem ofboðslega kröftug, máttug og öflug. Undirmeðvitundin þín alltaf að vinna því að hjálpa þér að líða vel, hjálpa þér að vera heilbrigð eða heilbrigður, hjálpa þér að eiga gott líf. Og undirmeðvitundin þín ofboðslega vitur, hún alvitur, veit allt um þig, þekki hvern einasta krók og kima í líkamæðinum, þekki hverja einustu frumu í líkamæðinum. Og ef það eitthvað að veit undirmeðvitundin þín af hverju það og hvað þarf til að laga það. Og í undirmeðvitundinni þinni býr ofboðslega magnaður heilunarkraftur, kröftugur, öflugur heilunarkraftur. Og þú ætlar að virkja þennan kraft hér í dag, þér til góðs og þér til bata. Og ég þakka undirmeðvitundinni, þessari kröftugu, mögnuðu undirmeðvitund kærlega fyrir að stíga fram og spjalla hans við mig, að heyra hans í mér. Og ég hef búin að telja upp markmið sem þú varst búin að setja þér, að verða frjáls frá öllum óheilbrigðum kvíða, að hætta neikvæðu sjálfsniðri og fara að byggja sjálfa þig upp á jákvæðan og heilbrigðan máta. Og undirmeðvitundin þín ætlar að hjálpa þér að gera það núna. Og það sem ég vil gera fyrst að ég vil biðja undirmeðvitundina þína að finna eina af meginrótum kvíðans og skoða hvernig það lítur út hjá þér. Þetta með að elska sjálfan sig skilyrðislaust á fallegan og heilbrigðan máta. Og sjá hvort það sé ekki eitthvað. Einhverja lagfæringar, einhverja breytingar, einhverja heilun sem þarf að gera þarna. Markmiðið að þú elski sjálfa þig skilyrðislaust á fallegan og heilbrigðan máta. Og það það sem ætlar að gerast núna, hér og nú. Og það að stíga þetta skref einfaldlega ákvörðun. Þetta einfaldlega ákvörðun sem þú tekur frá dýpstu rótum hjartaðins, ákvörðun sem þú tekur frá undirmeðvitundinni þinni að stíga þetta skref. Þú tekur ákvörðun núna að þú ætlar að elska sjálfa þig skilyrðislaust á fallegan og heilbrigðan máta. Og þú tekur þessa ákvörðun frá hjartanu, frá undirmeðvitundinni þinni. Og það verður til forrit í undirmeðvitundinni þinni sem samsvarandi, sem segir einfaldlega: ég elska sjálfa mig skilyrðislaust á fallegan og heilbrigðan máta. Og það ekkert sem getur haggað þessu. Það ekkert sem getur breytt þessu. Þú tekur þessu ákvörðun hér og nú. Þú ert búin að taka þessu ákvörðun og þú finnur léttin. Þú finnur létti. Þú finnur frelsi. Þú finnur bata, heilun og frið. Af því að það það sem að gerast innan með þér. Þér líður dásamlega vel. Og þú veist að þetta varanleg breyting og þú getur ekki fara aftur tilbaka. Þú elskar sjálfa þig skilyrðislaust og því fylgir ofboðslegt frelsi, mikil gleði, vellíðan og ánægja. Og þessi jákvæða orka að framleiðast innan með núna, þessi vellíðan, þessi kærleikur, og þú finnur að því að þú ert múin að stíga þetta skref, að því að þú elskar þig skilyrðislaust og þá ertu stanslaust að senda sjálfum þér eða sjálfur þér kærleika. Og kærleikur sterkasta, heilbrigðasta, jákvæðasta, fallegasta orka sem til í veröldinni. Mjög gott. Vel gert. Þetta varanleg breyting. Þú getur ekki fara aftur tilbaka. Þú ert nóg. Þú hefur alltaf verið nóg og þú munt alltaf verða nóg. Og það að elska sjálfa þig þýðir að þú sendir sjálfum þér eða sjálfur þig kærleika, að þú berð umhyggju í brjósti fyrir sjálfur þér. Þú ert góður og góð og blíður við þig alltaf. Og það þýðir líka að hugsanir þínar og orðin sem hún segir
og hugsanir sem þú hugsar þig, þína heilsu, þitt líf, þínar kringumstæður eru jákvæðar og jákvæð. Hugsanir þínar og orðin sem þú segir þig eru heilbrigðar og jákvæðar. Af því að það sem þú segir og það sem þú hugsar sjálfan þig, á hverjum einasta degi er það mikilvægasta sem þú segir og það mikilvægasta sem þú hugsar. Og þetta er heilbrigt og fallegt. Af því að þú elskar sjálfan þig. Hvernig gætirðu nokkuð tímann komið illa fram með þig? Hugsa ljótt sjálfan þig. Það fer ekki saman við það að elska sjálfan sig. Það gengur ekki upp. Þú finnur að þú sleppur algjörlega tökunum á því, þessu gamla, óheilbrigða og neikvæða. Þú sleppur tökunum. Þú leyfir þessu að fara. Þú sleppur algjörlega tökunum á þessu. Og þú finnur þetta sterka jákvæða kröftu að koma í staðinn. Og þú tekur á móti í opnum örmum, með bros á vör og gleði og kærleik og þakklæti í hjartaðinu. Þú ætlar aldrei aftur tilbaka í hitt. Það er búið. Vel gert. Mjög gott, ég ætla að biðja undirmeðvitundina þína núna að fara og finna sjálfstraustið þitt. Finna sjálfstraustið þitt. Og heila það. Lækna það, styrkja það, efla það, hreinsa til í sjálfstraustinu þínu. Undirmeðvitundin þín veit nákvæmlega hvað hún þarf að gera. Markmiðið er heilbrigt, sterkt, öflugt, sjálfstraust. Og ég ætla að biðja undirmeðvitundina þína að gera þetta núna. Mjög gott. Ég ætla að biðja undirmeðvitundina þín að finna listan sem hún skrifar alla þína kosti og búa til jákvætt forrit í undirmeðvitundinni fyrir hvert og eitt atriði sem hún skrifar listan. Og þarna er undirmeðvitundin þín að búa til jákvætt forrit í undirmeðvitundina þína sem að aftur búa til jákvæðar hugsanir þig. Líf þitt. Undirmeðvitundin þín hefur þetta vald. Undirmeðvitundin þín hefur þennan kraft. Vel gert. Ég ætla að biðja undirmeðvitundin þín að hjálpa þér að muna þessa skuldbindingu. Þessa skuldbindingu að gera hvað sem er og allt sem í þínu valdi stendur til þess að brjótast út úr þessu. Brjótast út úr þessari vanlíðan. Brjótast út úr þessu neikvæða sjálfsniðrifi og fara inn, brjótast út úr þessum kvíða og fara inn í frelsið. Það er það besta sem þú getur gert fyrir þig og þitt líf og þú ert þess virði. Þú og þitt líf er mikilvægt og mikilvægt. Þú ert þess virði að berjast fyrir. Og þú getur fengið þetta frelsi. Þú veist þú getur það og þú ætlar að gera það. Og þú ert ekki að fara að láta neitt eða neitt stöðva þig. Af því að þú ert óstöðvandi og ósigrandi. Finndu kraftinn í undirmeðvitundinni. Þennan sterka, öfluga heilunarkraft. Og ég ætla að biðja undirmeðvitundina þína að stilla sig þannig að hún er alltaf að hjálpa þér að fá frelsið, stígin í frelsið,
gera það sem þú þarft að gera til þess að fá þetta frelsi. Undirmeðvitundin þín sýnir þér, lætur þér vita, segir þér. Og þú fylgir ráðleggingum hennar. Af því að undirmeðvitundin þín er alvitur og veit hvað er best fyrir þig. Dásamlegt. Þú elskar sjálfa þig, skilyrðislaust og þú tekur ákvörðun að gera það á hverjum einasta degi af því að þú veist hvað mikið frelsi sem fylgir í. Þú veist að þú ert sterk, öflug og heilbrigð manneskja. Þú ert góð manneskja, þú ert kærleiksrík manneskja. Þú hefur heilbrigt, sterkt, öflugt, geislandi, jákvætt sjálfstraust. Og þú finnur jákvæðu orkuna og styrkin í sjálfstraustinu þínu og þú verndar það. Og þú hefur ríkan innri frið og þú verndar hann líka. Þú veist þú ert komin á batabraut og þú ætlar að halda ótrauð eða ótrauður áfram og þú ætlar ekki að láta neitt stöðva þig og þú veist að þú getur fengið frelsi sem þú átt skilið að fá og þú veist að þú getur fengið það hratt og undirmeðvitundin þín ætlar að hjálpa þér að fara þangað á ógna hraða. Sjáðu fyrir þér frelsið, sjáðu fyrir þér batan, sjáðu fyrir þér lífið þar sem þú ert algjörlega frjáls frá öllum óheilbrigðum kvíða. Þar sem þú lifir í kærleika, gleði, þakklæti, frelsi. Þar sem þú getur látið drauma þína rætast, þar sem þú ert sú manneskja sem þú vilt vera, sú manneskja sem þér var ætlað að vera og þú ert að lifa því lífi sem þú vilt lifa, því lífi sem þér var ætlað að lifa. Og sjáðu að kvíðinn, hann getur ekki stöðvað þig. Hann getur ekki stöðvað lengur. Þú ert miklu, miklu sterkari. Miklu sterkari. Vel gert. Mjög gott. Þá ætlum ég bara að biðja undirmeðvitundina þína að ef það er eitthvað fleira sem undirmeðvitundin þín vill gera hér og nú fyrir þig, til þess að styrkja þig, efla þig, færa þér einhverja visku, gera einhverja heilun, veita þér einhvern bata, jafnvel stíga það skref að fyrirgefa einhverjum. Þá ætlum ég að biðja undirmeðvitundin þín að gera það hér og nú. Gera þetta fyrir þig þar sem þú þarft á að halda akkurat hér og nú. Og ég ætla að biðja undirmeðvitundin þín og segja að halda áfram að veita þér frelsi, halda áfram að hjálpa þér. Vel gert. Þá bara komið að þeim tímapunkti þar sem ég ætla fara að fá það til að koma hægt og rólega tilbaka. Það ger ég með því að telja frá 1 og upp í 5 og þegar ég nefni töluna 5 og eftir myndi vakna endurnærður, finna fyrir frelsi, gleði, þakklæti, kærleika og friði. Og ég byrja að nefna töluna 1, finnur huga og líkama léttast, til líði dásamlega, stórkostlega, frábærlega vel og elska sjálfa þig, elska lífið. 2, þú finnur að þú ert hægt og rólega að koma tilbaka, líður dásamlega vel. 3, ertu smátt og smátt að koma tilbaka, finnur fyrir frelsi, dásamlegri slökun og veljan. 4, ferð að hreyfa fingur og tær, ertu alveg að vera að koma tilbaka. Og 5, þú opnar augun hægt og rólega þegar þú ert tilbúin og finnur að þú ert komið tilbaka til fullra vitundar og líður stórkostlega vel.